Ok, Ég stopp. er hættur. Ég er hættur. Hvað sér þið? Er það nær honum? Passa á snúrunum. Það er ekki snúr, sko. Hann er hérna fastur á brautinni. Ekki segja það? Hvað segirðu TJ? Hörru, hefur ekki bara að byrja þetta? Við erum bara velkomin í KSÍ. Við veitum að fara í næsta verkefni á A-landsliði kvenna, sem er Algarve mótið í Portugal. Það stendur yfir frá 2. til 9. mars næstkomandi. Og Sport TV verður með för og við sjálfsög fögnum því. Og munum við birta viðtölu efni frá mótinu. Við erum með landsliðsþjálfarana hjá okkur, Freyr Alexandersson og Ásmund Haraldsson. Og þeir ætla að fara í verkefnið og tilkynna leikmannahópinn. Gjörðu svo. Ætlar ekki að útskýra þetta unitið það? Við erum að gera þessi tilraun að við erum með fundin beint á Facebook hjá KSÍ. Þannig að við ætlum að sjá hvernig það gengur. Gjörðu svo. Þannig ég er svona svolítið víraður inn hérna með víra allt í kringum mig, vonandi gengur þetta upp. Þakka ykkur fyrir komuna og verið allir og öll sælblessuð og velkomin á svæðið. Fyrsti fundurinn hjá A-landsliði kvenna á árinu 2016 og eins og við vitum öll þá er gríðarlega spennandi ár framundan í íslenskri knattspyrnu. Við erum víst að fara á lokamótið í knattspyrnu karla, eða hefur farið fram hjá einhverjum. En það er líka stórt ár á kvennalandsliðinu þar sem að við erum að klára af undankeppnina, eins og þið viti líka, fyrir EM 2017 í Hollandi. Þannig að við ætlum aðeins að fara inn á árið okkar, örlítið að rifja upp það sem við vorum að gera síðast þegar við vorum saman og svo tilkynnum við hópinn fyrir Algarve Cup 2016. Í upphafi þá ætlum við að sýna ykkur hérna þessi 5 orð sem að liðið setti sér saman í upphafi keppninnar. Við höfum ekki sýnt þetta áður en alltaf þegar við förum eitthvað erlendis og þykjumst vera klárir kallar og hittum kollega okkar, þá erum við spurðir hver er einkenni liðsins, hver er einkenni íslensk fótbolta og þetta er það sem að koma upp hjá liðinu okkar, þetta er sem sé frá leikmönnum fyrst og fremst og þetta þýðir það að leikmenninni settu upp hvað á að einkenna okkur í leik og það var orðið sem kom upp þar var barátta og þetta er á allt inn í klefa með okkur, hvað einkennir okkur utanvallar og það á að vera gleði. Hvað einkennir okkur sem þjóð, það var stolt, ég held að það sé mjög ríkjandi að við séum stoltir Íslendingar og það sem á að einkenna okkur sem lið er sigurvegarar og samstaða og þá hafið þið eitthvað til að hnýta í okkur. Ef það er eitthvað, ef við erum ekki á tánum eitthvað staðar, þá er það þetta sem á að vera ávallt til staðar. Þannig að þið vitið af þessum einkennum íslenska kvennalandsliðsins. Seinast vorum við að spila í Slóveníu og Makedóníu og þegar við hittumst þá talaði ég um það að þetta er mjög erfiður leikur, sérstaklega Slóveníuleikurinn. Verkefni í Makedóníu er snúið vegna aðstæðna og við fengum það. Það var snúið og þið sem munið eftir því verkefni þá spiluðum við nánast í sundlaug í Makedóníu og það var bara krefjandi verkefni og reynda á okkur og skemmtilegt og við náðum að klára verkefni með sóma, 4-0 sigur og allir heilir og engin spjöld og vesen. Svo fórum við til Slóveníu, spilum þar við 3. sterkasta liðið í riðlinum á okkar mati á útivelli og vinnum leikinn 6-0. Ég er búinn að vera að vinna núna síðustu mánudaga með hópi frá Laugarvatni, Íþróttakennaraháskólanum á Laugarvatni sem ég kalla það, sem er því miður verið að fara að flytja í bæinn. Og þau voru með verkefni að leikreina Slóveníu og þar er einn nemandi, Yngvi heitir hann, ég þekki hann ekki persónulega en ég var að kenna honum, sem bjóð til hérna samantekt úr Slóveníuleiknum og þessi drengur hefur mikinn áhuga á því að verða blaðamaður, þið eru fyrirmyndirnar hans og ég ætla að sýna samantektina hans hér
úr leiknum, þar sem við skoruðum einhver glæsileg mörk og spilum frábæran leik. Og svo er það bara svo hrikalega skemmtilegur strákurinn að þið fáið hérna smá review að því sem vorum að gera. Það er enda að segja HM kvenna en þetta er undankeppni EM. Gefum honum það, já. Skemmtilegt innlegg hjá honum Ingva. Þökkum honum kærlega fyrir. En eins og þið sáuð þá áttum við fullt af frábærum köflum og vinnum þennan leik örugglega og töluvert stærri
sigur en ég átti vona á, satt best að segja, en það helgast af því að við spilum frábæran varnarleik í þessu leik og þegar við greindum leikinn þá eru þetta svona tölurnar sem að sló okkur hvað mest. Við erum að vinna 60% af návíum og 70% af skalleinvíum. Sara Björk, hún tapar einu skalleinví í leiknum og hún var bara eins og dýr þannig inn á miðju vallarins og var í rauninni unun að horfa á hana. En svo var það sem að var nýtt jákvætt sóknarlega hjá okkur og það er þessi talavarandi að vinna leikstöðun 1-1 sem að verður að halda áfram hjá okkur sem er mjög jákvætt að við vinnum 67% af þeirri leikstöðu og svo færanýtingin. Við settum okkur markmið að skora úr fjórða hverju færi og þeir sem eru ekki kannski með á því hvernig staðan á þessu er í kvennaknattspyrnu þá er þetta góð tala þar og við vorum langt yfir þessu eins og til dæmis í Hvít-rússneska leiknum heima. Þannig að þetta var ánægjulegt og svo síðast en ekki síst Mattea Sver, hún átti reynda að skota þarna í stöngina eins og við sáum á klippunni en annars sást hún ekkert í leiknum og það var mjög mikilvægt. Árið 2015, nokkri punktar varðandi það. Við erum mjög ánægðir með árið og við sem heild, við vorum saman hér í janúar liðið og fórum yfir árið þar sem við gerðum vel og hvað við þurfum að bæta og heilt yfir þá spilaði liðið stórkostlegan varnarleik og við höldum hreinu 4 sinnum af 9 leikjum og fáum einingur sá okkur 7 mörk í 9 leikjum sem er besti árangur íslenska kvennalandsliðsins frá því 2011 eða ásamt 2011 árinu og er það mjög ánægjulegt og við höldum áfram að vinna í varnarleiknum að sjálfsögðu en á sama tíma þurfum við að bæta fínu þættin inn í vítategnum til þess að komast lengra áfram. Þannig að heilt yfir frábært ár að baki en þurfum og ætlum að taka skref fram á því. Þetta er það sem að liggur fyrir. Við erum að fara núna sjálfsögðu á Algarve en eftir það förum við til Hvíta-Rússlands og spilum þar í Minsk á móti heimamönnum. Svo er það stórleikur 3. júní á móti Skotum líklega í Glasgow, það er þó ekki komið staðfest og það er 2-faldur leikur, Makedónía heima í kjölfarið. Þarna erum við að farast úr spenningi yfir því að karlalandslið okkar er á leiðinni upp í vél til Frakklands. Við eigum hér heimaleik, hvoru megin við leikin okkar er Skotland, nei. Það er rétt hjá þér, þannig að þetta er vitlaus dagsetning. Við erum 7. þeir eru 7. Þannig að það verður mikið í kringum kallalið á þessu tíma. Mig langar að biðla til ykkar hér og nú að veita þessum leik 3. júní athygli. Helst vil ég fá alla fjölmiðla með í þá ferð því þetta verður frábær fótboltaleikur og algjör lykilleikur í riðlinum. Við vitum það öll sem erum hér inni. Þannig að vonandi ná fjölmiðlar að sinna okkur áfram vel eins og þið hafi gert þrátt fyrir áreitið í kringum kalla landsliðið. Svo endum við hér heima á 2 heimaleikjum á móti Slóveníu og svo Skotland og vonandi klárum okkar markmið þar. Algarve er uppáðið á hverju ári hjá kvennalandsliðinu, uppáðið af leikjum sem eru gríðarlega mikilvægir. Þið vitið flest að það var breyting á mótinu, það var fækkað. Nokkur lið eru að spila í umspili fyrir Ólympíuleikana og Þjóðverjar, Frakkar og Bandaríkin ásamt Englandi ákvaða að búa til sitt eigið mót. Svo kallað, það er eitthvað fínt nafn á því en við getum kallað það peningamót. Þetta eru stóru þjóðirnar sem að trekkja mest að hvað varðandi sjónvarpstekjur og allt í góðu með það. Það þýðir ekki það að þetta mót sé ekki sterkt Algarve Cup, ég hef fengið þær spurningar áður. Þið horfið bara á þjóðirnar sem eru hér, þá er þetta gríðarlega sterkar þjóðir og við erum með Dönum og við erum með Kanada og Belgíu í riðli og þetta eru allt sterkar þjóðir, Belgar á mikilli uppleið, við höfum aldrei unnið Belgíu og þar af leiðandi verður það gríðarlega krefjandi verkefni og spennandi fyrir okkur að klára það. Við elskum alltaf að spila við nágrann okkar frá Danmörku, mjög erfitt að spila við Dani og við ætlum okkur að ná góðum úrslitum á móti þeim og svo er Kanada voru að spila í gær við Bandaríkin, töpuðu þeim leik reyndar en erum með hörkulið og þannig við fáum örugga 3 frábæra leiki í riðlinum og svo kemur í ljós hverjum við mætum í umspili, sæti og ég vona að við fáum Brasilíu, það er minn draumur og
að fara helst í úrslit og vonandi á móti Brasilíu, það væri stórkostlegt. Liðið kemur degi fyrr saman en áður sem er mjög mikilvægt í okkar undirbúningi þar sem að við höfum þá 2 daga til undirbúa okkur fyrir fyrsta leik og þetta er þokkalegt ferðalag þarna suður eftir. Þannig við erum mjög ánægð að fengi það að fara degi fyrr með liðið og undirbúa okkur betur fyrir fyrsta leik. Við vonumst eftir góðri samvinnu á árinu og í kringum mótið. Það verður engin fjölmiðlafulltrúi með okkur úti en við verðum með starfsmenn Gunni og Ragga frá landsliðsnefndinni verða með okkur og við bara síminn, ég tek hann þegar hann er hjá mér. Þannig að við reynum að hafa það í lagi, endilega sækist eftir upplýsingum, Sport TV verður á staðnum og ég vonast til þess að þið takið þátt í þessari vegferð með okkur að komast til Hollands á þessu ári og ég vonast eftir því að við höldum áfram að búa til sterkar og góðar fyrirmyndir sem við eigum í þessum íþróttakonum sem er í kvennalandsliðinu. Hópurinn sem fer með okkur til Portúgal árið 2016 er þessi: Guðbjörg, Sandra Sigurðardóttir og Sonny Lára fara sem markverðir. Svo erum við með Önnu Björk, Arna Sif, Glódís Perla, Guðrún, Hallbera, Elísa, Hrafnhildur Hauksdóttir, Málfríður Erna. Svo erum við með Fandísi, Söru Björk, Andrea Rán, Katrín Ómarsdóttir, Sandra María Jessen, Dagný Brynjarsdóttir, Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, Elín Metta Jensen, Margrét Lára, Hólmfríður Magnúsdóttir, Berglind Björg og Harpa Þorsteinsdóttir. Rakel Hönnudóttir hefur átt fast sæti í hópnum lengi hjá okkur. Hún er að glíma við erfið meiðsli og hefur verið frá í töluverðan tíma og ekkert leikið á árinu, þannig að hún er ekki með. Það er svona kannski eitthvað sem þið takið strax eftir, er ekki í hópnum. Samkeppnin í þessum hópi er gríðarleg. Við erum með ótrúlega mikið af jöfnum leikmönnum, svona eins og við tölum frá 15 til 30, mjög mikið af svona sambærilegum leikmönnum og gott að við höfum mikla samkeppni þar og það var mjög erfitt að velja hópinn í þetta skipti. Samt sem áður erum við komin með mjög skýra sýn á það sem við erum að gera og hvar hópurinn er sterkastur. En við þurfum að geta brugðist við skakkaföllum og við teljum okkur vera góðri leið með að búa til hóp sem er tilbúin að takast á við ýmislegt. Ég held að ég gefi bara orðið til ykkar. En ég sé að gleyma ykkur á sig. Nei, það er allt bara... Er þetta meira á það? Tipp-topp. Það er ekki gert þetta betur. Það er gott. Þá er orðið þeirra. Spurningar? Ég ákvað að kíkja ekki á Coca-Cola listan. Ég held að séu aukstar í kringum 10. sæti á. Það er hérna að hafa allavega verið þar síðustu ár. Og stóðu sér náttúrulega gríðarlega vel á heimsmeistarkeppninni í Kanada í sumar. Spiluðu vel, spila mjög svipaðan fótbolta og bandaríska landsliði. Þannig að það verður líkamlega mjög erfiður leikur. Tökum við þetta. Við erum með léttar veitingar í formi kaffi og kók og súkkulaði. En svo munið bjóða upp á viðtöl mann á mann þeirra. Takk fyrir. Bara hafa tippið svona. Já, jú.